Með rásnúmer 7 Trausti Sigvaldason frá Hafrafelli í Reykhólasveit. Hann varð næst síðastur á Akureyri. Númer 9 er Rögnvaldur Ragnarsson frá Hrafnabjörgum. Hann varð 4. á Akureyri. Númer 10 Stefán Gunnarsson úr Reykjavík. Hann varð 1. á Akureyri og á Hellu. Og númer 11 Ríkharður Jónasson, Breiðadalsvík. Honum gekk ekki vel á Akureyri eftir að hafa lent þar í árekstri við félaga sinn Stefán Sigurðsson. Hér er Steingrímur Árni Thorsteinsson, 23 ára. Hann er úr Reykjavík, var 3. í Grindavík, Akureyri og Hellum. Stefán Sigurðsson er 24 ára gamall. Varð í 9. sæti á Akureyri og 4. sæti á Hellum. Reynir Hilmarsson er nýliði og Ekur Willis 72. Og loks er það Guðmundur Sigvaldason, hann er 30, Ekur Willis 55 með 318 mópar. Og það er Trausti Sigvaldason sem hefur þessa keppni. Hann er með lægsta rásnúmerið og reglur eru þær að það er keppt í rásnúmeraröð, en Trausti fer hins vegar aftur fyrir í næstu þraut. Þessi þraut er nokkrir hólar og hæðir og hlíðarhalli einum tvisvar sinnum. Byggist mikið á lægni hér að komast þessa þraut án þess að koma við dekk, og þarna tekur Trausti eitt dekk og annað og síðan 2 og 1 og fær 205 stig. Vel gert hjá Trausta. Þá kemur Rögnvaldur Ragnarsson. Hann kom nokkuð á óvart á Akureyri. Furðu sigur, bæði Rögnvaldur og Bronkóinn. Og hann hefur ekki fellt dekk ennþá. Ætlar sér greinilega að krækja í 300 stig. Hefði nú kannski átt að halda áfram hér í stað þess að bakka. Því hann rennur hér út úr brautinni. Já, það vantar læsingu á framöxul. Það veldur því að hann kemst ekki upp hér. Og hann fær aðeins 160 stig. Jú, hann hafði það nú fyrir rest, en hann bakkaði svo oft að hann fekk stóran mínus. Þá var að sjá hvað Stefán Gunnarsson gerir. Hann sleppur við þessi dekk alveg, þannig að hann á enn möguleika á 300 stigum. Hann stoppar ekki. Já, glæsilega gert. Kemur þó aðeins öðrum helmingnum á bílum í gegnum síðasta hliðið, fær því aðeins 235 stig. Næstur er Ríkharður Jónasson. Þessi bíll er svolítið öðruvísi, hann er á gormum að framan og ég sé nú ekki enn hvernig búnaður er aftan, en mér sýnist þó að vera fjaðrir þar. Krækti þarna stuðaranum í dekkið, svolítið óheppinn, og fer hér alveg út úr brautinni. Fær þó 235 stig. Þá er það Steingrímur Árni. Staðið sig mjög vel í keppnum hingað til framan af, en eitthvað hefur skort á einbeitinguna síðari hlutan í keppnunum. Ákveðinn
krækt í þetta dekk sem Ríkharður slappið á hann og telst að fellt það þó þetta sé afturstöðarinn. Það var laglega gert. 270 stig. Hér er greinilega mjög góður ökumaður á ferð. Þá er að sjá hvað Stefán Sigurðsson gerir. Hann var í 9. sæti á Akureyri og 4. sætinu á Hellu. Þetta telst vera fallið dekk. Það var laglega, hann affelgar hér að aftan. Óheppinn þarna, hann hefði trúlega farið í gegnum hliðið óhikað ef þetta hefði ekki gerst. Og þá er að sjá hvernig Reynir Hilmarsson í liði stendur sig. Bíllinn er ólæstur hjá honum, það er að segja drifinn er ekki læst og ef hann lyftir einu afturhjóli og einu framhjóli svo núna og þá á hann hættu að stoppa. Laglega gert hingað til, stoppar hér og fær mínus og ákveður að klippa þarna af. Kominn í smá ógangur hér. Bíllinn rambar þarna við fall og á lofti öðru megin og kemst ekki neitt. Það er alltaf lítill þungi á hjólunum vinstra megin til þess að drífa bílinn áfram. Og hann fær því aðeins 175 stig, hér vantaði læsingarnar. Guðmundur Sigvaldason. Hann var í öðru sæti á Akureyri en keppti ekki í Grindavík og ekki á Hellu. Þetta vel enn sem komið er og það er erfiðasti hlutin samt sem áður eftir. Hann ákveður að taka hér innri kantinn, sleppur billega frá þessu en fær 220 stig. Stór mínus fyrir að taka þessi 2 dekk. Þá er það þraut númer 2. Og þá leggur Rögnvaldur Ragnarsson í hann fyrstur. Fyrst smá brekka og síðan jafnslétta og svo önnur lausari brekka fyrir ofan. Ekki fór nú Rögnvaldur langt hér. Og Magnús ræsir, gætir þess að bílarnir sé í réttri stöðu. Það var Stefán Gunnarsson, fekk 235 í fyrstu þraut. Það skorti ferð hér. Það er 135, ekki var það nú mikið. Þá Ríkharður Jónasson. Hann gefur í á hárréttu augnabliki. Kemst heldur hærra og fær 230. Sjáum að leið og bíllinn snertir hér, gefur hann í. Hann lætur hann ekki hoppa í bakkann eins og Rögnvaldur gerði. Steingrímur Árni. En hann gaf heldur seint í. Vantaði smá ferð, hann er mjög laus þessi brekka. Stefán Sigurðsson. Stefán ákveði núna. Þarna skorti nú kannski afl í upphafi.
Það er hægt við að Reynir þjáist af aflskorti. Já, hann hefur ekki nægilega kraftmikla vél hér til þess að ná ferð. Guðmundur Sigvaldason á hins vegar að hafa það. Hann er með 318 mópar, 8 strokka vél. En hann gekk ekki nógu vel. Það voru greinilega ekki allir strokkarnir inni. Og síðastur í þrautina er Trausti Sigvaldason. Fær aðeins 170 stig, 375 alls. Og þá skulum við líta á stöðuna eftir 2 þrautir. Ríkharður Jónasson er í efsta sæti með 465 stig. Steingrímur Árni Thorsteinsson 20 stigum þar á eftir. Það kemur Stefán Sigurðsson og Trausti Sigvaldason. Trausti með 375 en Stefán Gunnarsson er í 5. sæti með 370 stig. Og hann leggur einnig af stað fyrstur í 3. þraut. Í 5. sæti og ætlar sér hér örugglega alla leið upp. Og kemst, eða hvað? Jú, hann kraflar sig alla leið, fær 300 stig. Og keppinautar hans þurfa þá að fá 300 líka ef þeir ætla ekki að láta hann draga á sig. Þetta er alveg á mörkunum hérna efst en jarðvegurinn nægjanlega fastur fyrir til þess að Stefán komist upp og það á hans að fella dekk. Þá er það Ríkharður. Ræsir hefur það hlutverk að sjá til þess að örygginu sé fullnægt. Ríkharður vel spenntur í beltin og hjálmurinn fastur á hausnum. Á höfðinu vildi ég nú sagt hafa. Ríkharður fyrir alla leið en tekur 1 dekk alveg efst uppi. Hér skortir sko ekki aflið. Það var það Steingrímur Árni. Hann var 20 stigum eftir Ríkharði fyrir þessa þraut. Ríkharður fekk 285 og Steingrímur strax búinn að fá -30, fær 245. Hefur væntanlega tekið dekk þarna upp á brúninni líka. Stefán Sigurðsson. Hann var 15 stigum á undan Stefáni Gunnarssoni fyrir þessa þraut en Stefán Gunnarsson fær hins vegar 100 stigum meira og er því komin upp fyrir hann. Þá er það Reynir og hann missir öll hjól á loft. Það vantar læsingar í bílinn til þess að hann fari lengra. Guðmundur Sigvaldason. Já, hann fer alla leið, fær þó 10 stig í mínus. Komið 635 samtals. Þá er það Trausti Sigvaldason. Hann var 5 stigum á undan Stefáni Gunnarssoni. Það var í 4. sæti fyrir þessa þraut. Þegar út úr brautinni hérna efst fær 280 og Stefán Gunnarsson þá kominn upp fyrir hann.
þá er það Rögnvaldur. Hann fer upp þrátt fyrir að hann er ekki lægstur að framann, fær aðeins 15 í mínus. Glæsilega gert hjá Rögnvaldi. Ríkharður Jónasson heldur það forystu sinni með 750 stig. Næst á eftir honum kemur Steingrímur Árni með 690. Þá Trausti Sigvalda með 655, en á milli þeirra er þó Stefán Gunnarsson með 670, kominn upp í 3. sætið. Ríkharður fer fyrstur í þessa þraut. Og hún reyndist vera létt. Þeir fengu mikið tilhlaup, máttu fara hvoru megin sem var. Steingrímur Árni fer öfugu megin. Er þetta létt? Það er að segja öfugu megin við Ríkharð. Stefán Sigurðsson fór ekki í þessa þraut, en Reynir Hilmarsson reyndi hér við hana. Og Guðmundur Sigvaldason, ekkert mál fyrir Guðmund. Það er Trausti. Hann eltir fjöldan og fer þetta létt. Rögnvaldi ætti ekki verið að skotaskuld að fara hér upp. Já. Ekki breytist bil á milli bíla í þessari þraut, ekki nema Stefán klúðri þessu, því hann getur einnig fengið 300 stig mest eins og allir hinnir. Það er þetta létt. Og staðan þá eftir 4 þrautir, Ríkharður enn efstur. Steingrímur Árni aðeins var hann að dragast aftur úr honum. Stefán Gunnarsson kominn upp í 3. sætið, 20 stigum á eftir Steingrími Árna. Og Trausti Sigvaldason í 4. sæti með 955 stig. 15 stigum á eftir Stefáni. Þá var komið að þraut sem framfór á jafnsléttu. Þarna eru 3 eða 4 skurðir sem voru grafnir fyrir ári síðan og áttu þá að vera fyrir sérútbúnaflokkinn. En af því varð ekki, þar sem skurðirnir þóttu þess legir að þeir gætu farið illa um bílana, brotið, þó hægt væri farið. Steingrímur Árni fer hér fyrstur og situr bara fastur á kviðnum. Þetta kann að reynast honum dýrt. Það var Stefán Sigurðsson. Hér gildir lagnin, fara hægt og rólega, fara nægilega mikið á ská til þess að bílarnir setjist ekki á kviðinn. Og hér verður að vera með læstrif. Já, skurðirnir eru 3. Stefán fer hér upp úr. En bílun sem ekki hefur sést áður í svona torfæru, það brotnaði undan honum, eða réttar sagt brotnaði sundur, ásingin að aftan, og ljóst að Stefán verður ekki meira með í þessari keppni. Þá komið Reynir Hilmarsinni með sín ólæstu drif. Það er hætt við að hann fari stutt í þessari þraut. Já, hann fer ekki lengra en þetta. Það er aðeins 25 stig. Guðmundur Sigvaldason. Það er að gera læðast bara. Þetta ætlar að hafast hjá honum. Braut hér pinjón eða úttak úr millikassa. Fékk þó 205 stig. Það var Trausti.
var með 955 stig fyrir þessa þraut. Hann fer þetta létt, það er 285 og með 1240 stig. Og Rögnvaldur, hann hlýtur að fara þetta létt. Þetta lítur væntanlega út eins og risastór kartöflugarður, þessi skurðir í hans augum. Þetta fer hann þetta auðveldlega og er 300 stig. Stefán, hann þarf á 300 stigum að halda út úr þessari þraut sem hann fær. Þá er aðeins Ríkharður eftir. Hann fær fullt hús stiga fyrir þessa þraut líka. Þá var aðeins ein þraut eftir, tímaþraut, og hér fór Reynir Hilmarsson fyrstur. Hann fekk 247 stig. Guðmundur Sigvaldason fór ekki í þessa þraut, en Trausti Sigvaldason er hins vegar hér. Og hér er svona pínlítill drullupollur. Ekki mjög djúpur en getur þó tafið fyrir keppendum. Og Trausti fær 189 stig. Er því með 1429 og hefur lokið keppni. Rögnvaldur. Við sjáum ekki alla tímabrautina. Upp á bakkanum sem við höfum séð að fara upp á var beinn kafli og síðan smá ójöfnur. Þar gáfu menn hressilega í og nokkri bílanna drápu á sér. Og líklegasta ástæðan þykir mér sú að bensíndælur séu of litlar og þeir hreinlega klári bensínið úr blöndungunum. Dælan hefur ekki undan við að flytja bensín að vélinni. Rögnvaldur klárar þetta með glæsibrag. 343 stig. Segir okkur það að hann hefur verið með mjög góðan tíma. Stefán Gunnarsson hér. Hann var 80 stigum frá fyrsta sætinu fyrir þessa þraut. Og með því að ná mjög góðan tíma í tímabrautinni er möguleiki að vinna upp 80 stig. En sá möguleiki er greinilega fyrir bí hjá Stefáni. Búinn að affelga og á í einhverjum vandræðum. Ljóst að hann fær ekki nema eitthvað komið fyrir hjá Ríkharði Jónassyni. 80 stigum meira en Ríkharður. Stefán fær aðeins 294 og er afar óhress við sjálfan sig núna. Og sjá hvað Ríkharður gerir. Hann vinnur geysilega vel hjá honum bílinn. Þarna ofan í er smá drullupyttur, ekki mjög djúpur en háll. Það var Stefán Gunnarsson í dýrkett því þarna affelgað hann. Ríkharður er nokkuð öruggur með fyrsta sætið nema hann drepi á hér og hárrétt ákvörðun hjá honum að vera ekkert að flýta sér yfir
pollinn. Hann fær 350 stig og klapp frá fjölmörgum áhorfendum fyrir lokastökkið. Lýkur því keppni með 1700 stigum og þá er aðeins Steingrímur Árni eftir, var með 1040 stig fyrir þessa þraut, þarf því 661 stig ef hann ætlar að komast upp í fyrsta sætið. Til þess þyrfti hann að ná tíma sem er ekki gerlegt að ná, en hann keyrði samt vel fyrir hluta brautarinnar og kannski enn betur síðari hlutan. Hann ákveður að taka hér pollinn á ferðinni og sjáum það að hann flýtur ofan á pollinum, planar á vatninu fyrstu metrana og er eldsnöggur yfir og fær 371 stig fyrir tímabrautina. Þá höfum við hér lokastöðuna, Ríkharður Jónasson öruggur sigurvegari, Stefán Gunnarsson í öðru, Rögnvaldur Ragnarsson í þriðja, Trausti Sigvaldason í fjórða sæti og í fimmta sæti var Steingrímur Árni Thorsteinsson. Helgi 26 ára og Willi 74 með MC 360 með rás númer 1. Með rás númer 2 var Smári Kristófersson, hann ekkur grind með 360 AMC mótor. Gunnar Guðmundsson var með rás númer 3, hann er 32 ára, ekkur sínum Jepster 67 mótel með 350 Chevrolet og hann er búinn að breyta vélinni pínulítið frá síðustu keppni. Árni Kópsson kemur þar næstur, 28 ára, hann ekkur heimasætinu 90 með 350 Chevrolet. Og þá Guðbergur Guðbergsson, hann er 29 ára og ekkur Jepster 90 með 350 Chevrolet. Og loks Gunnar Guðjónsson, 30, ekkur Willis 47 með 383 Chevrolet. Og það er Helgi Sjött sem fer fyrstur í fyrstu þraut. Það er upp hér smá slakka síðan í talsvert mikinn hliðarhalla hér yfir öxlina og hann kemur hér fram hjá 30 skiltinu en kemst aldrei upp að 60 skiltinu, fær 155 stig. Helgi Sjött valt illa í fyrstu þraut á Akureyri eins og þeir sem fylgjast með torfærunni vita. Þá er það Smári Kristófersson. Það er greinilega búið að breyta þessari grind frá því síðast. Þá voru fjaðrir undir henni aftan en núna eru gormar. Hann fær 135 stig. Þá er Gunnar Guðmundsson. Hann er með sína 350 vél en hann er búinn að taka blöndunginn sem var á henni af og kom með tæki sem kallast Predator. Ég hef nú ekki íslenskt nafn á það en þetta tæki vinnur svolítið öðru heldur en blöndungur. Það er ekki hraðinn á loftinu sem dregur bensínið inn í sóggöng fyrir vélina, heldur er bensíninu sprautað inn. Fyrir vikið eiga menn ekki að þurfa að bíða þetta sekúndubrot á því stigið er á gjöfina þangað til að aflið leysist úr læðingi. Það var Árni Kópsson, hann var í einhverju vandræði með vélina í upphafi keppninnar. Það var einhver líkar en að bensínu væri og veikt sem hann var með. En hann fer þó hér, hæðst þeirra sem að búnir að fara, fær 195 stig. Nú Árna tókst að laga þetta þarna eftir þessa þraut með því að gera blönduna aðeins ríkari. Þá erum við að sjá hvað Guðbergur Guðbergsson gerir. Það er ljóst að keppnin kemur til með að standa á milli Árna Guðbergs og Gunnars Guðjónssonar. Þó var aldrei að vita hvað Gunnar Guðmundsson gerir. Bíllinn hann vinnur mun betur. Þarna virtist nú eins og Guðbergur hætti við. Það er kannski smá ákveðni við að halda upp í brekkuna. Þá var það Gunnar Guðjónsson. Hann hefur aldrei verið feiminn við brekkurnar, Gunnar. Nú
Nú var að sjá hvað ekki, hann fyrir mjög ofalega hérna. Það á að gefa honum smá fórskot. Já. Nei, þetta er á laust. Hann fær þó 215 stig og er þá í fyrsta sæti eftir þessa þraut. Fór mjög ofalega sem þýddi það að hann þurfti ekki að klifra jafn hátt þegar að beyginu kom. Og það mætti fjöldi fólks á þessa torfæru. Það er 2000 mann sem verður að teljast nokkuð margt þarna á Egilsstöðum. En þá fer Smári Kristófersson í þraut nr. 2. Tekur þarna 1 dekk. Hér í lokinu á þessari þraut er mikil og voldug brekka. Hún er eins og ekki mjög löng en því brattari í endan. Smári fær 210 stig. Það var Gunnar Guðmundsson. Þessi svokallaði Predator er ekki nándar nærri eins viðkvæmur heldur fyrir halla. Eins og blöndungur. Það opnaði svo Gunnar. Nei, ekki gekk það. 205 stig og 380 samtals. Það var Árni Kópsson, hann fekk 195 stig, mest í fyrstu þraut. Hann fer hér vel ákveðinn í hliðarhallan. Það er ekkert dekk farið en þá. Og ekkert stoppað og ekkert hikað. Já. Og hann fer óhikað alla leið og fær 300 stig. Vel gert hjá Árna. Það er frákast þarna efst, en heimasætan nær að klóra sig að vanda upp á bakkann. Og þá er það Guðbergur sem ætti að vera næstur. Hann virtist hika þarna neðst í brekkunni, misti bílnum langt til hægri og alla ferð og átti því ekki möguleika að klára toppinn á brekkunni, það sem frákastið er. En þá var það Gunnar Guðjónsson, var í forystu eftir fyrstu þraut með 215 stig. Hann er refsilaus ennþá. Já, hann er ákveðinn, nei. Já, þetta er hún illa við þessa auglýsingu sem þarna stóð. Hann fær hér 270 stig. Hann felldi ekkert dekk, fór upp fyrir 90 skiltið. Og það munaði bara hásbreyta næði að læða öðru afturhjólinu í gegnum brekkuna. Og hér tekur hann hressilegt flug. Hann fór sveipað heljarstökk í fyrra en þá kom hann ekki jafn ákveðið niður á hjólinn. En þá var Helgi Sjött síðastur í þessa þraut. Og að sjá hvort það situr einhver beigur í honum frá Akureyri. Brekkan er brött, bíllinn stuttur og Gunnar Guðjónsson búinn að reisa Willis upp á endan í brekkunni. Já, hann leggur ekki í barðið. 230 stig fær hann. 385 samtals.
Og staðan eftir 2 þrautir þá sú að Árni Kópsson efstur með 495, 10 stigum þar á eftir Gunnar Guðjónsson og Guðbergur með 445, 40 stigum á eftir 3. sætinu. Þá það 3. þraut. Það stutt tillaup og í grjótharðan bakka hérna. Og Gunnar Guðmundsson fór nú ekki langt hér. Það var Árni Kópsson. Virtist missa afl þarna leið og hann lenti. Og hann má reyna áfram en það hefur ekkert að segja. Það var eins og að Árni misti bara af bensíngjöfunni hreinlega. Trúlega hefur komið högg undir grindina miðja á bílnum. Já, Guðbergur fór aðeins svo hratt, fer 10 cm styttra en Árni. Fær þó 105 stig. Á meðan Árni fikk aðeins 95. Afturhjólin hafa þá trúlega farið örlítið lengra. Hjá Guðbergi, það þau sem að skipta máli en ég horfði hins vegar á framhjólin. Það var Gunnar Guðjónsson. Þannig að sjá hvort að hann fer aðeins lengra með afturhjólin heldur en Árni og Guðbergur. Hann fer rólega þetta, já. Kemur illa niður þarna og brýtur driffskaft. Greinilega ekki hjólliður heldur skafti sjálft en hann fær þó 100 stig hérna. 585 samtals og þar með hann kominn upp fyrir Árna Kópsson. Árni Kópsson með 580 og Guðbergur með 550. Það munar 30 stigum núna á Guðbergi og Árna Kópsinni. En Gunnar Guðjónsson kom í efsta sætið 5 stigum á undan Árna. Og þá það Helgi Sjött. Hann ætlaði að leika sama leikinn og Gunnar Guðjónsson. En stuðarinn kannski heldur og framalega og hann náði því ekki að klóra framhjólunum í bakkann. 60 stig. Það var Smári. Já, hann reyndi þó og fær 105 stig fyrir þessa þraut, 450 alls og hann þá aðeins á undan Helga Sjött, munar á þeim 5 stigum og þeir eru þarna 3 í hnapp, Helgi Sjött með 445, Smári 450 og Gunnar Guðjónsson 470, síðan það 100 stig yfir í hina 3 sem berjast fyrsta sætið. 4. þraut virðist mjög einföld þessi brekka. Hún reyndar bara einföld, beint upp. Þetta spurning kraft hér í upphafi og ná ferða meðan bíllinn ennþá með eitthvað grip. Já, þetta var nú létt fyrir heimasætinu á Árna. Þá það Guðbergur. Hann fer nú örugglega upp líka. Það gífurlegur kraftur í þessum bílum, þessum 2 bílum. Svo einnig hjá Gunnari Guðjónssoni. Já, þó hún hefði verið lengri. Og hann heldur fyrsta sætinu með 885 stig. 880 eru hjá Árna og 850 hjá Guðbergi. Þá það Helgi Sjött.
Þarna skorti nú sennilega ferð í upphafi. 200 stig fær Helgi. Þá var að sjá hvort að Smári fær meira en Helgi. Hann með 5 stiga forskot á hann fyrir þessa þraut. Nei, hún vann ekki vel hjá honum vélinn þarna. Fretaði bara. En þá var aðeins Gunnar Guðmundsson eftir í þessari þraut. Hann á nú að hafa þetta. Nei, Ég sýndist nú að Gunnar hefði mátt vera eins og hálfum metra aftar. Hann var með framhjólinn aðeins ofar í brekkunni heldur en aðrir keppendur. Og það getur munað því í upphafi. En hér er staðan eftir 4 þrautir. Gunnar Guðjónsson með 885 eins og ég margbúinn að segja. 5 stigum á undan Árna Kópssyni. Þá kemur Guðbergur með 850 og Gunnar Guðmundsson 200 stigum á eftir Guðbergi með 650 stig. Og síðan Helgi Sjött með 645, það munar því 5 stigum á Helga Sjött og Gunnari Guðmundsssyni. En þá erum við komin í 5. þraut og þar fer Guðbergur fyrstur, hann fær mínus hér fyrir að stoppa. Það er yfir nokkuð brattan hól, það er að segja að það er bratt upp á hann. Það er ekki mínus fyrir þetta bakk, það eru til þær þrautir sem að ekki er hægt að leggja öðru sem að þurfa að bakka og þá er keppinu gefið heimild til þess að bakka á þeim ákveðna stað sem þess þarf. Og svo er moldabarðir í lokin. Næ, þarna virtist nú eitthvað fara að framan. Hann hætti að taka á framhjólunum. Við sjáum þetta frá hinu horninu hérna. Hægra framhjól sem við sjáum reyndar ekki, hættir að taka á. Það vinstra snýst þó áfram, þó er ekki hægt að sjá hvort það er í átaki. Þannig að það var greinilegt að það brotnaði eitthvað hjá Guðbergi þarna. Þá er það Gunnar Guðjónsson. Misti bílina þessi líkur að bakka og þetta er nú mínus 30 og tekur svo dekkið líka. Þetta er dýrt, Gunnar. 45 stig farin í vaskinn þarna. Guðbergur fékk hins vegar mínus 15 fyrir sitt bakk þarna. Nei, hann bakkaði hann reyndar ekki, heldur drap á og stoppaði. Lengra. Nei, Willisinn sest nú bara hér á moldarbarðið. Hann fær aðeins 170 stig. Þannig að Árni Kópsson þarf ekki nema 175 til þess að jafna hann. Nei, Smári. 40 stig. Það er Gunnar Guðmundsson. Snerti þarna eitt dekk og annað. Nær ekki beygjunni. Ólarnar eru ennþá spenntar, hjálmi og beltum. Hann læði sér alla leið þó hálfur fyrir utan brautarmerkinguna. Það er 195 stig og er þá kominn langt fram fyrir Helga og Smára en er þó talsvert á eftir þremenningunum.
getur nú bara þarna 90 skiltið. Það er Árni Kópsson, hann er síðastur í þrautina þessu sinni og spurning hvort að þrautin ekki orðin betri þarna í endan eftir að Gunnar Guðmundsson, Guðbergur og Gunnar Guðjóns eru búin að fara í hana. Árni nær þessari beygju, hann stoppa nú reyndar tvisvar og tók þarna dekk hægra megin. Hann er nú búin að tapa talsverðum stigum strax. Það er farin ein 45 stig. Og hann klárar þetta með glæsbrag. Fær 75 stig í mínus þarna, 225 stig fær hann og 1105 er hann kominn með. Og hann er þá kominn með talsvert öruggt forskot. Hann er 50 stigum á undan Guðbergi og Gunnari. En Guðbergur og Gunnar eru báðir með 1055 stig. Þá er það Helgi Schjött, búinn að vera í vandræði með bílinn. 2-3 þrautir og hér sýnist maður nú endanlega bara gefast upp bílinn eða hvað. Já, hann bara steindó, segir Helgi. Þá er aðeins eftir síðasta þrautin. 7. þraut sem er tímabraut. Við höfum áður séð götubílana fara í þessa þraut. Hér skiptir klukkan verulega miklu máli. Það sé að tíminn sem keppendur ná geta fengið allt upp í 500 stig. Og hér áður fyrr skipti ekki höfumáli hve miklu munaði á fyrsta og öðru sætinu, heldur var það bara þannig að sá sem fekk besta tíman fekk ákveðið hlutfall og sá sem fekk annan besta tíman fekk 30 stigum minna. En núna getur það skipt máli hvort að munurinn er 1 sekúnda, 2, 3 eða upp í 10. Allt eftir í hver meðaltíminn er. Hér tapar nú Gunnar talsverðum tíma á því að bakka. En fer hins vegar alveg þræl ákveðin út í pollinn og skautar yfir hana endilangan. Það var glæsilega gert hjá honum, svo er það bara að klára þetta. Og fær 311 stig, 1366. Og Árni Kópsson fagnar honum fyrir glæsilegt tilþrif hér í pollinum. Sjáum að hann fer ekkert niður úr vatninu fyrir hann slær af hér í lokin, þá sekkur hann að aftan. Bíllinn gjörsamlega stjórnlaus út af vatninu. Nú en Helgi Schjött er búinn að koma lífi í vélina sem steindó áðan. En hún deyr nú bara aftur. Greinilega eitthvað að hjá Helga. Hann fær þó 29 stig og lýkur keppni með 674 stigum. Smári Kristófersson þarf aðeins 15 stig til þess að komast upp fyrir Helga Schjött. Þau eru örugglega komin nú þegar. Bíllinn hjá Smára sýnist mér heldur stífur að framann og vantar talsvert á að fjöðrunni sé nógu löng. Hins vegar hefur bíllinn lagast mjög að aftan eftir að settir voru undir hann gormar. En svo kemur aftur annað vandamál að hann leggur ekki mikið á bíllinn. Það þarf alltaf marga hringi á stýrinu
Hér vantaði nú Smára alla ferð til þess að leika sama leik og Gunnar Guðjónsson gerði áðan. Hann fær trúlega bleytu hér í loftreinsarann og þá gerist það einfaldlega að bíllinn sveltur lofti og fær meira bensínmagn heldur en æskilegt er. Þetta er svona svipað eins og innsogið sé sett á. Og við getum nú bara að prófa það á okkar bílum þegar þeir eru orðnir heitir að skella innsogin á þegar við erum að stíga aðeins á pinnan. Og það er bara steindeyr á bílnum. Þannig er það að hreinsa hann hérna út og hvað þarf hann að vaða í land? Nei. Já, hann fer þetta með tilþrifum í lokin. Það er 144 stig og 804 samtals. Það eru gífurleg átök þegar bílarnir lenda eftir svona hopp. Gunnar Guðmundsson kominn í vastþétta gallansinn. Allt annað að heyra hljóðin í vélni eftir að hann tók blöndungana af. Hann er búinn að affælga hér. Það kostar talsverðan tíma og vandamál með að stýra. Og já, hann er rafmagnslaus og það er spurning hvort að bílar og já, það heyrist mögulegt í erlendum myndum þegar að svona er sagt bíp, en við náðum því nú ekki hér. En hér er Árni Kópsson kominn. Og ég ætlaði að segja það er spurning hvort að keppendur sem eru á bílum sem ekki fara í ganga sjálfsdáðum eigi að fá að leggja í brautirnar. Það er almennt sú regla í bílasporti erlendis að ef bílar starta ekki, eru rafmagnslausir eða með bílaðan startara, þá fá þeir ekki að fara af stað í svona keppnum. Nú voru sjá hvort að Árni Kópsson nær hér ferð til þess að fljóta. Hann nær ferðinni en bíllinn fer að titra mikið hjá honum að framann og hann sekkur. En hann virðist nú ætla að ná mjög góðum tíma og munar hér örugglega bakkið hjá Gunnari Guðjónssoni. Enda fær Árni 359 stig. Já, það munaði ekki nema 50 stigum á Árna Kópssoni og Gunnari Guðjónssoni. Og ef Gunnar Guðjónsson hefði náð svolítið meiri hraða og sleppt þessu bakki, það voru aldrei að vita nema hann hefði fengið 5 stigum meira heldur en Árni. Þá er það Guðbergur. Það munaði líka 50 stigum á honum á Árna Kópssoni og Guðbergur á möguleika á að vinna þetta upp. En hann verður þá að keyra stíft og halda upp í miklum hraða. Það er tifa sekúndurnar, Guðbergur. Hér hefði Guðbergur kannski mátt koma beint á okkur í stað þess að fara þarna út í pollinn. Nei, það er glæsilega gert hjá honum samt. Hann misti þó bílinn aðeins út á hlið. En fær hins vegar ekki góðan tíma eða hvað. Jú, hann fær 376 stig. Betri tíma heldur en Árni Kópsson. En það dugar hins vegar ekki til. Árni Kópsson með 1464 stig og Guðbergur 1431. Það er greinilegt að baráttan á milli þeirra tveggja er ekki búin í sumar. Og það er ljóst að keppendur höfðu gaman af þessu á vatninu. Svo keppnin í heild sem var ágætlega skipulögð og ágætlega framkvæmd. En við ætlum að ljúka þessum þætti aðeins á því að birta stöðuna.
loka stöðuna í sólningartorfærunni á Egilsstöðum, Árni Kópsson með 1464, 33 stigum þar á eftir Guðbergur Guðbergsson og Gunnar Guðjónsson með 1366 stig og Gunnar Guðmundsson í 4. sæti með 934, síðan Smári Kristófersson og Helgi Sjött með 674 stig.